Óskar, 6-3 tap hérna á Kópavogsvelli. Liggur kannski beinast við bara að spyrja hvað gerðist? Þú veist, ef maður reynir að greina þetta svona rétt eftir leik þá vorum við bara ekki klárir í að mæta þeim. Við vorum á eftir í öllum aðgerðum, vörðumst illa og það vantaði hreyfingu á bolta og það var bara ekki góð frammistaða, bara léleg frammistaða. Ég held að sé bara hægt að segja það, plús það að Blikaliðið spilaði vel. Kannski sjálfum ykkur vestir, gáðu mörg, ódýr mörg og færi? Já, það má alveg segja það, en það var ekkert að taka Blikaliðin. Þeir gerðu þetta bara vel. Þeir nýttu sér það sem við buðum þeim og bara hrósa þá. En ég veit ekki, minnst þessi frammistaða að vera svona útlægi á með að við höfum verið að spila í sumar. Og þannig ég held að við bara þurfum að kasta inn í ruslið og mæta glaðir og orkumiklir á þriðjudaginn. Ég held að það sé eina leiðin til að tækla svona leiki. En hefur einhverja skýringar hvers vegna menn voru kannski að mæta vanstiltir inn í þennan leik? Nei, ég hef ekki skýringar, kannski breytti ég á miklu, kannski voru margar breytingar. Takturinn var ekki góður og þannig að sennilega setti ég ekki liðið rétt upp og þannig að það er ekki eins og ég geti staðið hérna bara og bent á leikmennina. Ég þarf líka að taka minn skerf af ábyrgðinni og eitthvað sem ég þarf að skoða, en ég veit það ekki. Kannski heldum við að hlutinni gefum maður sjálfur sér, kannski vorum við farin að trúa hæpinu, ég veit það ekki. Þetta var allavega bara held ég fínasta kennslusteund í auðmýkt, ef maður getur litið á það þannig. Mun svona tap leggjast þungt á hópinn? Nei, það held ég ekki. Við erum með svarta beltið í að tapa á fótboltaleikjum frá því fyrra. Ég verið mjög hissa ef að það myndi leggjast þungt á hópinn, en auðvitað veltur það svolítið á því bara hvernig menn svara því. Þetta er raunverulega sama og maður var að tala í fyrra. Þú kemst ekkert að því, það geta allir verið geggjaðir í blúsandi velgengni og það geta allir verið karakterar þá og allir bara eftir svo ljón, en svo kemur, þegar þú farið högg í magann, það er raunverulega ekki höggið sem maður skilgreinir, heldur hvernig þú stendur upp eftir og ég held að við verðum bara að horfa á það þannig. Ég get svaraði betur á þriðjudaginn hvort þetta hafi haft áhrif á menn og hvernig, það verður bara hvernig svörum við því. Og við þurfum að svara því eins og menn, við þurfum að svara því almennilega, það er bara þannig. 2 töp og 1 jafntefli í síðustu 3. Sérðu eitthvað ákveðið mynstur í þessum leikjum og sem borið saman við fyrstu 7 leikina sem við unnið? Nei, ég sé nú ekki mikið, ekki þannilega mynstur. Ég sé jú svo sem að við töpum fyrir Stjörnunni, sem að var annar leikur við þá 5 dögum á þeirra heimavelli og kannski má líka Stjörnunni þá og Breiðablik núna með lið sem að hafði alltaf vinna og þeir voru bara, það var svona einhvern veginn eins og þessi leikur skipta á meira máli. Kannski er það líka lærdómurinn í þessu. Við þurfum að læra að það er allir leikir jafn mikilvægir. Þú getur ekki valið leiki og þó að þessi búið að ganga vel og þó að spilamennskan hafi verið fín, þá færið ekkert fyrir hana. Því að þetta er, þú ert bara það sem þú ert í dag. Þú ert ekki það sem þú varst í fyrir 2 vikum eða þannig að þú ert alveg á sama hátt og þú getur ekkert farið bara og flogið með himinskautum, þó að kannski stundum gerur það þegar það gengur vel. Þá ég upplifði aldrei eins og við værum bara besta lið á Íslandi og allt væri bara geggjað þó við værum að vinna þessa leiki. Það var margt fínt og margt sem við gátum laga. Á sama hátt getur maður alveg séð fullt af hlutum sem er alveg jákvæðir þó að við höfum ekki unnið 3 í röð en núna sjáum við kannski svolítið úr hverju káringarnir
úr hverju við erum gerðir, þú veist. Þú tapar alltaf leikjum og, þú veist, við eins og við spilum, þú veist, þá getum við alveg tapað svona, þú veist, það er ekki, það er engin sko, þú veist, það er sárt og eitthvað svona, en það er ekki sárt, þú veist, ég er ekkert sjokkeraður, þú veist, maður vissi alveg að, þú veist, það gætu komið svona leikir þar sem, þú veist, það sem lítið gengur upp og við erum ekki on it og þá, þú veist, en þeir geta eins og það, þú veist, ef við ætlum okkur að berjast það sem við erum núna, þú veist, þá getum við ekki leyft okkur að eiga marga svona leiki, þú veist, það er alveg ljóst, þú veist, við þurfum að læra hratt, við þurfum að læra það að, þú veist, okkar leikur byggist að stærstu hlut á mjög einföldum hlut sem er að setja meiri orku í leikina heldur en andstæðingur, leggja sig meira fram, hlaupa meira. Það byrjar þar og raunverulega endar þar. Það er upp á og endir alls. Því að, þú veist, ef það er ekki til staðar, þá erum við ekki búin að vinna okkur rétti til að spila fótbolta. Við erum fín að spila fótbolta, en þú verður að vinna þér rétti til þess. Og það gerir við með því að leggja þig fram, með því að hlaupa, með því að sinna, þú veist, gera leiðilegu hlutina. Og það var ekki til staðar í dag. Þannig að, þú veist, við þurfum að svara á þriðjudaginn, svo einfalt. Hvernig brást staðan á meðdómurunum Stefán og Ásbjörn og Rautin Hafseta? Ég vona að Stefán verður væntanlega klár á móti Val. Ég hef ekki vonað Ásbjörni og svo krumið með sýkingu í auga, þannig að ég vonaði að hann verði klár líka á móti Val. Það er lengra í Aron Þórð og svo var þetta Freyri bara langt í hans, sko. Fengur vítið þarna í stöðunni 6-2. Sigurður Breki var með 2 mörk, en svona kom eitthvað upp að setja hann á punktinn? Leikmennir ákveðið þetta, þú veist, ég ætla að segja sér vítaskipta og Luke Ray nr. 2. Hann langar allan til að vera nr. 2 og þú veist, það var bara frekasti maður sem tók þetta. Ég held á tímabilið að Rapp var bara að taka þetta, sem hefði bara verið fínt, en þú veist, það er bara gott fyrir Ami Kósits að skora. Ég held að tími Sigga brekkaði því kemur setna, en þú veist, það líka, þegar maður horfir á jákvæða hlutina, þú veist, þá mistum við Sigurð Breka réttur í mót með alvarlegan heilarýsting í landsleik með sendurlandsliðinu. Þú veist, hann er núna búinn að vera undanfættu leikjum hægt og bítandi að vinna sig inn, sem er bara, þú veist, það er búið að vera erfitt hjá honum. Og að sjá hann lifna við í dag, þú veist, ég vegur alveg helling upp á móti. Við þurfum hann á sínu besta leik og þú veist, mann fannst hann í dag að þú veist, hann er að koma af þú veist, að taka svona síðustu skrefin í því að komast í toppstand, þannig að þú veist, það er jákvætt. Svo bara svörum við á þriðjudaginn og þú veist, förum ekki að missa þetta, svo hættulegt alltaf, þú veist, við tapar, við erum búin að vinna, það er búin að ganga rosa vel og allt allir í himnaríki og svo tapar einu leik og þú veist, hvað áttu þá að gera? Þú veist, þetta er leiðilegt að tapa svo við töpuðum, en hvað áttu að gera? Áttu að fara heim og hýða þig með belti og einhvern veginn, þú veist, bara finnast allt vera ömurlegt, leggjast undir sæng og þú veist, ég held ekki, við verðum bara að vera, þú veist, verðum bara að viðurkenna það. Vorum ekki nógu góðir, það var kennslutönd í auðmýkt. Ef þú svífur og ferð á nálægt sólinni með vængi og vaxi, þá geta það bráðnað. Það rappar niður og nú er það bara ekki höggið sem skilgir okkur heldur en við stöndum upp. Takk fyrir, Óskar.